Æja, kominn laugardagurinn 18. desember. Þetta farið að styttast. Síðasti laugardagurinn fyrir jól og á morgun þá 4. sunnudagur í aðventu. Ég fekk spurningu daginn og ég sá að hann Andreas félagi minn í Svíþjóð, hann gerði þetta. Ég fekk bara spurningu sem var sko, hversu sterkt þetta dót í raunverulega? Þetta virkilega mjög sterkt? Og hann gerði þetta og ég ætlaði nú að gera þetta. Ég sagðist nú að ætlaði að gera svona, gefa ykkur smá skala, svona viðmiðunarskala í gær. En það er erfitt að útskýra fyrir fólki hversu sterkt eitthvað svona dót sé. Þannig að það er alveg best að fólk fá eitthvað viðmið. Þetta er tabasco sósa sem er svona fyrir kannski flestum sem að smakka eitthvað pínu sterkt. Að fyrst þetta er tabasco sósa eitthvað svona sem að þið getur sterkt. Þannig að ég reyna að gera þetta á þess að virka eitthvað elítísku sko. Það er ekki hugmyndin. En hérna, ef við fáum okkur svona tabasco sósu og við bara fáum okkur eina fulla teskeiða tabasco sósu, þá getum við svona cirka séð hversu sterkt það er. Edik. Mjög súrt etikbragð af tabasco sósu og svona smá hiti. Ég myndi segja, ég finn svona aðeins svona í hálsinn. Ég myndi segja tabasco sósa, heil teskeiða tabasco sósu er kannski svona, ég veit ekki, 7, 8, svoleiðis. Heyrðu, ok, það er alltaf viðmiðið. Við skulum skella okkur í dagatalið og stígvélið. Sjáum hvað er að gerast í dag. Skröltir í þessum gamla stól. Í dag kom hurðarskellir. Ok, hérna við skulum athuga hvað leynist í dagatalið. Það er búið að vera svona, dagatalið búið að rokka svona upp og niður og ég held að þetta sé að fara að vera góður dagur. Ég held að við fáum 12 kúlur. Við erum 12 kúlur. Það er 18, hann er hérna. Það er þetta að opna svona í miðjunni á þess að valda einhvern skada. Já, heyrðu þið, það eru kúlur. Nei, ekki kúlur. Heyrðu þið, það er appelsínu brjóstsykur. Áfram halda þessir brjóstsykrar. Það þarf eitthvað að fara að útskýra fyrir Chili Claus að við viljum kúlur, við viljum súkkulaði. Það er ekki hægt að reyna að vera með einhverja smökkun í beinni með svona brjóstsyki. Þetta er vonlaust sjónvarp eins og sagt þeir. Ekki svo skilja við sem með einhverja hágæða framleiðslu. Þetta er svona Chili Drops Orange Wind Force 9. Þetta er alltaf gott að bragði. Eins og áður þá bara skiljið restina eftir handa Berglind. Við þurfum ekki að gúfa í okkur 9 dropa því þeir eru ekkert svo sterkir. En þetta þýðir, við ætlum að taka saman statistíkina fyrir morgundaginn. Þetta þýðir að mér finnst þið vera á mildari skalanum. Þannig að næstu dagar, þessi síðasta vika, hún hlýtur að verða svolítið svona þyngri skalanum. Hauskúpan er allavega pottit eftir og það hlýtur að koma allavega önnur 15 kúla einhvers staðar. Við skulum klára þetta og vinda okkur svo í stígvélið. Heyrðu, þá komum við þessu. Hvað er í stígvélinu? Kíkti í orðunni, sá einhvers konar krukkuflösku einhverja. Sjá þetta. Trappies Hot Peppers in Vinegar, a Louisiana tradition since 1898. Tabasco pipar, edik, salt og svona viss. Já, áhugavert. Heyrðu, við þurfum að smakka þetta. Jólasveinn dagsins starti ekki áhöldum úr eldhúsinu fyrir þetta, þannig að ég ætla að hoppa fram og sækja gaffal. Svona. Látum við sjá.
Já, þetta rennur nú bara út eftir mánuð, sko. Hvar ætli jólasveinninn hafi fengið þetta? Jæja. Vá. Þetta þétt innsiglað. Og hér eitthvað annað inn í þessu. Herru, já. Við þurfum eitthvað að ná þessu aðgrunnlega. Nýtum okkur þessu verkfæri sem við erum með. Svona. Það lyktar svona eins og bananapipar. Það segir hot á þessu. Ég veit ekkert hvað það þýðir, maður. Þetta ekki maður. Já, ég finn hitta sars. Þetta alveg. Ég gæsóðuna. Þetta var blanda af smá hita og rosalega sterku edikbræði. Við síðan í háls. Þetta var alltaf nú undir tunguna. Þetta er ekki þetta er það sterkasta sem ég fengi í skóinn hingað til. Merkilegt nokk. Þetta er gott. Þetta er stór gott, maður. Þetta má nota í alls konar samlokur og svona seg. En ákvað þetta ekki bragða sterkt á. Það með þessu smá nefrensli. Trapís. Nú er ég svona fann að svona fidgeta svona. Ég er svona smá styrkleiki sem ég reyna að komast yfir. Þá byrjaði ég svona að vera svona handóður. Já, þetta er gott, mælum með þessu. Við síður. Morgunsundagur, endilega skelliði spádómum ykkar. Giskið á hvað haldið að koma á morgun. Smellið því í kommentenda fyrir neðan. Og sjáum hvort að einhver reynast og einhver reynast sannspá. Sjáumst á morgun.